Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að heyra af fyrirtæki eða góðgerðarstarfsemi öllu heldur sem heitir Eldum Fisk. Eldum Fisk, jú. Velkomin Ívar Örn. Já, takk fyrir. Og segðu okkur aðeins, þetta eitthvað sem þú tókst upp á bara núna fyrir nokkrum mánuðum? Já, þetta náttúrulega búin að vera cirka hugmynd í 1 ár, cirka. Og mér langaði alltaf til að gera eitthvað gott. Já. Og láta gott að mér leiða. Já. Og fækka þessa hugmynd. Hugmyndið er að byrja þannig að ég eignaðist fisk allt í einu. Já. Sem maður áskotnaðist bara smá. Já, áskotnaði nokkur kíló af fisk, þannig ég gat haft í frystinum. Já. Og þá tók ég eftir að þá fór ég að borða mikið meira fisk, af því það var alltaf í frystinum. Já. Og þá kom þessu hugmynd einmitt af því maður fer svo oft út í búð. Að maður fer aldrei í fiskinn. Tekur hann, maður einhvern veginn í öðru, bara vanaföstur, að labba í allt. Og einhvern veginn hefur maður ekki verið duglegur að fara í fiskbúðir og kaupa sér. Og þannig að þá datt mér þetta í hug. Ef fólk færi þetta í áskrift, færi alltaf heim til sín, sendi til sín fisk. Á bara ferskan frystan fisk í kistunni. Ferskan frosinn fisk í kistunni, þá getur alltaf tekið út. Og þá það duglegur að borða fisk. Þannig að það sem við þurfum að borða meira fisk. Fá meira omega-3 og svona. Þetta eitt og sér alveg góð hugmynd, svona viðskiptahugmynd, en þú lést ekki þar við sitja. Nei. Þú vildi bara gefa ágóðan. Já, meiri megni af ágóðan, já, cirka 90% af ágóðanum fer í góðgerðarmál. Já. Og það svona það sem, já, eins og ég sagði, mér langar til að láta eitthvað gott að mér leiða og hef alltaf verið þannig þengjandi. Þannig ég fór einmitt að hugsa út í hnúki, hvað get ég gert? Og þá einmitt datt mér að blanda þessu saman. Fiskur og styrkja gott málefni. Já, allir vilja fisk, allir flesti borða fisk. Gott fyrir heilsuna. Gott fyrir heilsuna, þannig að þetta er... Og þá kom þessi hugmynd að þessu einmitt verkefni að selja fisk í áskrift. Já. Og styrkja svo eitt gott málefni. Og ef við tölum þú ert að spá í að vera með svona málefni hverju mánuði, þá er fyrsta málefni núna í gangi. Já. Og getur þú sagt okkur aðeins frá því? Já, það er hann Trista Snær, sem er 17 ára gamall strákur og er með svokallað litningagalla 19 og sem er bara fundinn, nýuppgötaður, bara nokkur ár síðan og það eru 27 manns í heiminum með hann. Hann er svo eina á Íslandi og þetta er þannig að hann heldur ekki haus, hendur kreppa saman og mjög erfitt með tal, hann er mjög óskýr í tali og þetta bara gerist í rauninni bara nokkrum árum. Þetta gerist svona í kringum gelgjuna eða hvað? Var hann eðlilegur? Hann var eðlilegur, bara 4 krakki, var að æfa körfubolta og svona alltaf glaður og ekki búið að greina með neitt fyrir að allt í einu þetta gerist og þá er líka erfitt að fá greiningu, ekki satt? Jú, þetta var mikið basla að finna greiningu. Þetta bara, ég veit að mammas barðist fyrir því einstæða móðir og barðist berjast fyrir að fá einhverja greiningu. Já, það vissi enginn hvað var að. Nei, og þau voru alltaf að draga þangað til þau fengu bara tölu við svo við íslenska erfðagreiningu og þeir það var einn þar sem uppgötaði þennan galla sem bara raunir stórmerkir þetta þannig að skuli átt að sjá því þegar svo sjálfgjör og nýr. Og gat hún þá sett sig í samband við ykkur samtök erlendis eða ykkur sem að... Sko það eitthvað stað það var læknir, hann er kom frá London, var í aðgerð og sem er svona, já, þetta er allt svona, ennþá því svona tilraun, þetta er svo nýtt og þetta hefur svona hjálpað til ég eftir að heyra betur í þeim hvernig þetta hefur gengið en þetta fer hægt tilbaka. Þannig að núna eiga þau einhverja vonum að ef hann fer í aðgerð að þá mögulega geta hann haldið höfðið jafnvel. Já, og það er ekki vist með talið það fara að koma en hann er farin að geta rétt, hann var með svona krefta hendur þannig að þessi sem að fór í aðgerðina, er það Trista? Já, það er Trista. Hann er búinn að fyrir að fóru bara núna daginn. Frábært, æðislegt. Já. Og þetta náttúrulega er heilmikil fjárhagskostnaður og þú ætlar að styrkja. Já, ég ætla að styrkja að hjálpa aðeins að byggja því þetta náttúrulega hún þurfti að fara út og fær bara smá styrk til að vera gista á hótelinu úti og svo náttúrulega þetta
bara standi kringum þetta allt saman, sko. Já, heilmikið. Og sko, ég hafði ekki heyrt af þessu eldum fisk fyrir núna, þannig að nú ég að koma í áskrift og þá getur maður bara fengið vikulega sendingu, ekki satt? Nei, þetta annað hvern þriðjudag keyri ég þetta út. Annað hvern þriðjudag keyrir út. Svona til að byrja með og svona þangað að fer að vera meira og þá kannski fer ég að bæta í vikulega. Og þá getur maður bara átt í kistinu og maður getur bara pantað á síðunni, hvað maður vill, þú ert með hvað, þorsk, ýsu? Já, þorskur í áskriftinni, en svo líka verslun, það sem þetta þá bara panta eitt og sér og ég eftir að bæta meira við það núna á næstu dögum og svona það fleiri svona hugmyndir í gangi svona til að ég bara að þróa þetta. Já, þannig að það að gera að fylgjast með eldumfisk.is og þá getur maður keypt þessi góðan fisk og átt hann í kistunni og vita það í leiðinni maður að styrkja eitthvað gott málefni. Og þú ert líka svona að lýsa eftir ábendingum fleiri málefni til að styrkja, ekki satt? Jú, það bara ég náttúrulega ætla ekki að bara vera að styrkja hann. Nei. Þannig að ég að reyna að finna einhverju fleiri einstaklinga til að geta styrt og hjálpa sem eru kannski svipaðarstæðum eða erfiðum aðstæðum. Og eða félagssamtök eða fleira, sko, en svona ég verður svolítið einbytta mig samt að einstaklingum eins og Já. Og þá getur maður farið inn á síðuna, segir og sendir bara ábendingar. Já, það undir málefni mánaðarins, þar neðstu þetta að skrifa senda póst og koma með ábendingar. Og maður getur einmitt inn á síðunni kynnt sér betur Tristan og þetta málefni. Já, það svona smá letti yfirgrip. Þetta heilmikið utanumhald, þú þarft að halda utanum heimasíðuna og kaupa fiskinn og keyra út, þannig að þú veist alveg, og þetta ekki starfið því að svo ert að vinna við að keyra sendibíla, ekki? Já. Þannig að það nóg að gera hjá þér. Já. Bara takk kærlega fyrir komuna og vonum að sem flestir skelli sér í áskrift og styrki gott málefni í leiðinni. Já, takk fyrir. Takk fyrir.